Einelti. Þrálát áreitni sem barn verður fyrir frá eigin félögum með stríðni eða ofbeldi. Elta einhvern óaflátanlega, gefa einhverjum engan frið. Þetta tengt við uppeldis- og skólamál. Orðið var ekki alltaf skilgreint svona þröngt. Þorskurinn, ýsan og síldin eru lögð í einelti með öllum þeim brögðum sem í frammi verða höfð. Og nú kaþólski presturinn byrjaður eldan, en hann gjörir meira. Hann leggur í einelti trúvora og Lúther og má sjá hvað Guð og trúvor virt eftir prentfrelsislögunum. 100 árum síðar enn talað að dauðir hlutir og málefni séu lögð í einelti. Á 9. áratug síðustu aldar orðið einelti helst notað til að lýsa ritdeilum og persónuníði. En þó fer að bera á því að talað sé einelti í sömu andrá og ofbeldi meðal skólabarna. Þá orðið látið þýða það sama og áreitni eða stríðni. Í kringum aldamótin fer nafn sænska prófessorsins Dan Olweus að verða meira áberandi í umræðunum einelti á Íslandi. Rannsóknir Olweusar og tilraunir hans í norskum skólum vöktu mikla athygli hérlendis. Samhliða því verður einelti mun meira áberandi í umræðunni og nokkrir þjóðþekktir einstaklingar stíga fram og lýsa sinni reynslu af einelti. Árið 2002 Olweusar-verkefninu hrundið af stað á Íslandi og 45 skólar með í verkefninu frá byrjun. En einelti virðist vera ormagryfja sem enn hefur ekki sést til botns í. Áður var þagað mál sem nú eru farin að koma upp á yfirborðið. Fyrirsagnir sem þessi eru farnar að sjást á sínum dagblaðum. Þetta Gunnar Magnús Halldórsson Diego. Hann 23 ára. Gunnar var lagður í einelti alla sína grunnskólagöngu. Það sem við erum að fara að gera að ég að fara upp í skóla. Ég að tala við skólastjóra minn og það verður svolítið gaman fyrir okkur að sjá hvað hún segir, hvað segir hún, hvað vandamáli sé, hvað strandaði málið og af hverju var ekki gert neitt í hlutunum. Þetta sem lokubók fyrir mig og marga aðra sem hafa lent í einelti, lokubók. Af hverju gerði skólinn aldrei neitt? Á þeirra sjónarhorn af málunum, ég að misskilja eitthvað eða eru þeir að misskilja eitthvað? Að tala allt annað mál. Já, það samkvæmt rannsóknum að þá verða að jafnaði 2 börn í hverjum bekk í grunnskóla fyrir einelti eða alls 5.000 börn. Sindri Víborg, þú varst lagður í einelti í grunnskóla. Segðu okkur aðeins, kannski bara frá þinni sögu. Já, bara á fyrsta degi í rauninni byrjaði eineltið og var eiginlega alla mína skólagöngu þar. Og hvernig lýsti það sér? Já, ég var lamin í stöppu á fyrsta degi og eftir það tók bara við annaðhvort alvarlegra ofbeldi eða góðu dagarnir urðu þegar í rauninni bara eigur manns voru eyðilagðar eða munnlegt aðkast á mann. Þú segir að þú hafi verið beittur, ekki bara andlegu ofbeldi, heldur líka líkamlegu. Geturðu nefnt okkur eitthvað dæmi? Það varð að ágætis sporti að 2 krakkar stukku í dekkjarólu og róluðu eins hátt og þeir gátu og meðan annar hópur hélt mér. Og svo leið og mesta hraða var náð á dekkjarólunni þá var mig kastað í vekk fyrir hana. Með þeim afleiðingum að ég kastaðist í burtu brotin á, rifbeinsbrotin og annað að berjast við að halda meðvitund út af því að lungun á manni andi ekki á meðan maður verður fyrir svona höggi. Á meðan var sparkað í mann og rækt á mann og annað dót á meðan. Þú, beinbrotnar nokkrum sinnum? Já, mörgum sinnum. Eins og mér segir, maður beið bara eftir því hvar maður yrði laminn. Annaðhvort gerðist það á leiðinni í skólan, í frímínútum, í tíma eða á leiðinni heim.
En erum við öll að tala sama hlutin þegar við notum orðið einelti? Ef við horfum á skilgreiningu á einelti, þá stríðni, deilur og einelti sitt hvort. Einelti var til dæmis hugtak sem var, held ég ekki til þegar ég var að alast upp. Þá var notað orðið stríðni einungis. Þetta eins konar útilokun. Við erum að segja, ég stríði þér af því að ég vil ekki hafa þig með mér. Auðvitað getur þessi útilokun verið enn verri þegar að stofnannar eru lokaðar. Lokustofnun eins og fangelsi, sjúkrahús, skóli, börn verða að ganga í grunnskóla, skiljiði. Við verðum ekki endilega að æfa fótbolta. Einelti getur verið allt frá því að vera kannski svona stríðni sem hægt að takast á við upp í það að börn verði fyrir alvarleg og andleg og líkamleg ofbeldi. Þannig að þetta spektrum svo breitt. En hvernig skilgreina þolendur eineltis þetta hugtak sjálfir? Líta þolendur á einelti sem smástríðni eða þetta alvarlegra en svo? Við gerðum litla könnun meðal þolenda eineltis. 82% svarenda upplifðu eineltið annað hvort alvarlegt eða mjög alvarlegt. Hvað liggur á baki því mati? 72% svarenda sögðu að líkamsmeiðingum hefði verið beitt. Þar af 26% oft eða mjög oft. 76% svarenda sögðu að eignartjóni eða þjófnaði hefði verið beitt sem hluta af eineltinu. Fyrst byrjaði þetta með athugasemdum, stríðni, frekar saklaust. Svo þróaðist þetta eiginlega út í bæði eiginlega líkamlegt. Maður var tekinn í frímínútum og snúið niður, hrint eða tekinn hálstaki og eitthvað svoleiðis. Já, auðvitað skilinn út undan alltaf en líka maður fékk komment hvað maður væri nú vitlaus og ljótur og leiðilegur. Eða það var reynt að gera mann þannig að maður væri eitthvað skrítinn eða öðruvísi. Margir vilja meina að einelti geti falist í útilokun eingöngu. En það samrýmist ekki skilgreiningu íslensku orðabókarinnar, en þar segir að einelti sé þrálát áreitni. Í könnun okkar sögðu nærri allir að hótunum eða niðrandi tali hefði verið beitt. Samkvæmt því þá í 99% tilfella ekki átt við útilokun eina á sér þegar þolendur eineltis tala einelti. Í ljósi þessa leyfum við okkur að ganga út frá þeirri skilgreiningu í þessari mynd að einelti þýðir það sama og áreitni eða ofsóknir. Þessi áreitni getur jafnvel verið af kynferðislegum toga. Meir en helmingur svarenda sagðist hafa þurft að sæta kynferðislegu áreiti eða kynferðislegum niðurlægingum og ofsóknirnar geta náð út fyrir skólan. 25% svarenda máttu þola það að komið væri heim til þeirra með ógnandi hegðun. Þrátt fyrir þetta segja margir að líkamlega ofbeldið hafi ekki verið erfiðast. Miklu auðveldara að komast út úr þeirri tilfinningu að vera lamin eða pyntaður líkamlega. Það sem var erfiðast og ég held að flestu finnist erfiðast, það þessi andlega niðurlæging. Talsmáti, það var að kalla það sýnilegt eða spörk og kýlingar og að loka menn inni, klæða menn úr fötunum eins og í íþróttunum, fela fötin og allt það. Þetta allt saman sýnilegt einelti en hið dulda þá aftur á móti að dreifa gróusögum, að láta einhverju líka illa við annan eins og á netinu að þú fari ekki að fara inn í hópin eða þú dreifir einhverju sögum annan og byrja jafnvel til eins og þolandi þessi gerandi. Það allar útgáfu til þessu. Með nútíma upplýsingatækni hægt að ná í fólk hvar sem það statt. Þetta gerir þeim sem lenda í einelti í dag erfiðara fyrir en áður var. 53% svarenda urðu fyrir einelti gegnum netmiðla með smáskilabóðum eða með símhringingum. Þar af 15% oft eða mjög oft. Í þessu tilfelli til dæmis þá byrjar það á því að drengur sem gerandinn, hann fer að skrökva upp á þennan dreng. Sendir SMS, aðrir senda SMS eins og þetta í dag og það myndar flokk að taka þetta barn og ræðst á það á hverjum einasta degi. Í litlu eineltiskönnuninni sögðu 75% aðspurðra að árásir eða aðkast hefðu verið daglegt brauð. Þar af segja 27% að þær hafi verið oft á dag. Í kanadískri rannsókn, þar sem fylgst var með nemendum með földum myndavélum kom í ljós að 4,5 tilfelli af einelti
áttu sér stað að jafnaði á hverri klukkustund úti á skólalóð, en 2,4 tilfelli á klukkustund inni í kennslustofum. Hvað varðar lengd atvika, þá varði hvert einstakt atvik á skólalóð að jafnaði 33,6 sekúndur, eða allt frá 2 sekúndum og upp í 7 mínútur og 28 sekúndur. Í skólastofum varði hvert atvik að jafnaði 26 sekúndur, eða frá 2 sekúndum upp í 3 mínútur og 47 sekúndur. En hversu alvarlegt getur einelti orðið? Já, ég heiti Ingibjörg Baldursdóttir og minn sonur var fyrir einelti í skóla. Við fluttum í nýtt bæjarfélag og hann var afskaplega kátur og sprækur, alltaf mjög glaður og uppátækjasamur. Ég eiginlega fór strax að hafa áhyggjur af því eftir að skólinn byrjaði að hann virtist ekki tengjast neinum krökkum í bekknum með honum og var ekki að koma svo mikið heim með félaga með sér eða fara til þeirra. Hann lokaði sig meira og meira af, vildi bara vera einn í sínu herbyggi. Ég fór svona að vera í sambandi við hans umsjónarkennara, hvort að hún hefði orðið vör við eitthvað, hvort að henni fyndist þetta eðlilegt, hans samskipti við bekkjarfélagana, hvort að hann væri að leika við þau í frímínútum og samlagast þeim, vegna þess að mér fannst það ekki. Og hún fullvisaði sagði mig það að það væri allt í lagi, en hún skildi kíkja eftir þessu og svo var ég aftur komin. Ég náttúrulega ýmist fór upp í skóla eða hringdi og var að fara upp yfir og fylgjast með í frímínútum. Og þá náttúrulega sá ég að hann var ekkert aðlagast bekkjarsystkina. Hann stóð einn og beið eftir að dyrnar opnuðust á skólanum. Hann stóð þar fyrir utan. Þetta tók dálítið langan tíma að verða viðurkennt að það væri eitthvað að. Vissu kennarar þá af eineltinu meðan á því stóð? Ég minnst og hvort ég veit að hún varð vitni að því hvernig komið var fram við hann og hún var vitni að atburðum nákvæmlega eins og ég var búin að tala við hann að ég var hrædd að þetta væri. Ég veit það í dag að hann var ekki nema 12 ára gamall þegar hann langaði til að deyja. Og það var til þess að komast út úr þessum sársauka sem hann var í. Hann sá enga aðra leið. Hann búinn að biðja hjálp aftur og aftur án þess að orða nákvæmlega út af hverju hann þurfi hjálpina. En hann búinn að gráta ofan í skólaborðið sitt með krakka yfir sér eins og gamma, grátandi undan þeim. Það búið að koma inn og horfa upp á ástandið svona og það breytist ekkert. Þannig að í rauninni að þá hann búinn að gefast upp. Þetta bara verði svona og hann verði bara að komast yfir þetta og þrauka. Lárus tók sitt eigið líf 21. júní 2008. Þeir sem þekktu Lárus rekja dauða hans beint til þeirra sálrænu erfiðleika og vanlíðan sem hann upplifði sem afleiðingu af einelti í grunnskóla. Hversu algengt er eineltið? Rannsókn sem Oliviers gerði 2005 að þá það í kringum 9,7% barna sem upplifu það að verði fyrir einelti og þetta var könnun sem náði til 6.000 nemenda þannig að hún nær til ansi stórs hóps. Sjáðu, við erum með 45.000 nemendur í grunnskólum á Íslandi og við erum að mæla frá 4. til 10. bekk og við erum kannski að tala að ef það er 10% einelti þá eru 4.000 til 5.000 nemendur lagðir í einelti. Hvernig gengur okkur þá að takast á við eineltið? 45,7% foreldra barna sem hafa orðið fyrir einelti, það var viðtal við 600 manns. Þau eru sáttir við hvernig tekið á málinu. 18% taka ekki afstöðu en svo eru það 36,2% sem eru ósáttir með hvernig tekið á málinu. Hvernig stendur á því að svona margir foreldrar eru ósáttir við afgreiðslu eineltismála? Stundum held ég að þetta sé hreinlega vegna þess að foreldrarnir vita ekki, hvað skólinn, hvernig hann brást við, hvað hann gerði og þá bara af því það vantar að vera í sambandi við fólk og upplýsa það. Það sem ég heyri frá þeim foreldrum sem að leita til okkar er að barninu sé ekki trúað, það sé gert lítið úr, sök þess sé upphafin með einhverjum hætti að það hafi með sinni hegðun kallað á
og valdi því sjálft með því hvernig það er að það sé ráðist á það. Þarna séu fleiri sjónarmið. Það er svona fólk kvartar yfir svona máttleysislegum viðbrögðum kennara, skólastjóra og stuðningskerfisins í skólanum. Ég fékk alltaf þau svör að ég yrði að passa mig á því að vera ekki að gefa öllum hinum krökkunum færi á að stríða mér. Að ég þyrfti að laga mig. Hvert sinn sem að kom heim marinn og blár brotinn, eitthvað stunginn með hníf, þá þurfti ég alltaf að laga mig. Ég var í húsaskóla frá 92, byrjaði þar í öðrum bekk, og til 2001. Ég man ekki eftir því að hafa liðið vel í þessu skóla. En góðu daginn hjá mér þá var maður kannski slappið að vera lamin, ekkert fyrir hátíð. Gunnar var einn af þeim fjölmörgu sem rætt var við sem fannst lítið eða ekkert gert í sínum málum. Hann hefur fengið fund með gamla skólastjórunum sínum til að fá svör við spurningum sem hafa leitað á hann. Það eru 9 ár frá ég var í þessu skóla og ég hafði samband við skólastjóruna. Hún þekkti mig strax á röddinni. Ég er ekki reiður út af atburðinu sjálfum. Hann er búinn og gerður, en mér finnst leiðilegt að sjá að það er ekkert gert. Það er sama ástandi í skólum og þegar ég var þar. Þetta er gamli skólinn minn. Fangelsið, nasistabúðirnar. Hvernig líður að koma aftur hérna? Ekki vel. Þú veist, ég man eftir hverjum krókum og kímum hérna, þú veist. Já, það er ekkert í það hotmanna sem ég var ekki lamin í, skilurðu. Selma. Herru, fá aðeins að þig. Og mér langaði að forréttast svona ábyrgð skólastofnenda og fá svona þitt kannski viðhorf á málunum. Ég lendi í einelti frá 93 upp á 93 til 2001. Í þínu tilviki þá kom það kannski aldrei beint upp. Þú leitaðir ekki til okkur það að þú værir lagður í einelti og þetta er eitthvað sem var kannski falið að einhverju leyti. Það voru hérna svona útistöður á milli þín stundum og krakkana í skólanum. En kannski vorum við ekki eins meðvituð bara eins og við erum orðin í dag, varðandi eineltismálin. En til dæmis var mér var alltaf bent á námsráðgjafar hérna. Námsráðgjafir eru í öllum grunnskólum borgarinnar og skólastjóri er þeirra yfirmaður og námsráðgjafi er eins og nafni gefur til kynna ráðgjafi fyrir nemendan til þess að aðstoða viðkomandi í námi. Oft á tíðum trúnaðarmaður nemendans og þessi samtal sem fer á milli námsráðgjafa og nemenda er oft á tíðum trúnaður þeirra á milli. Þannig að skólastjóri á engan hátt er inn í nákvæmlega því samtali. Námsráðgjafi er sá aðili í skólanum sem að sinnir eineltismálum. Og málega það ég var í viðtölum hjá námsráðgjafa, sem 2 námsráðgjafar sem voru starfandi í skólanum. Og hérna, þú veist, þótt mig sagði við námsráðgjafa mig langaði bara að deyja á hvernig degi, þá var eiginlega ekki neitt gert. Nú er námsráðgjafi hérna haft trúnað nemenda og í slíkum málum ef að hérna þá er sá trúnaður ekki lengur til staðar ef að kemur upp svona alvarlegt. Þannig að þá hefði námsráðgjafi átt að koma með það mál upp til okkar skólastjórnenda. Þannig að máli standa eiginlega hjá? Ég skal ekki segja það. Ég get ekki fullyrt neitt það annað en það að hún kom ekki upp með þetta til okkar. En þú erum með þetta blað hérna. Þannig að þess að mér brá þegar ég sá þetta viðtal við þau. Og ég tók einmitt upp þessu umræðu þá einmitt hér í skólanum. Og hér er drengur búinn að vera hjá okkur mörg ár skólanum sem að var svona ástatt fyrir og velti því upp, er einhver hjá okkur núna?
sem líður með sama hætti. Mér finnst þetta sorglegt. En ég skil ekki hvernig þið gátu ekki séð fram á að einelti væri að mynda sér stað þess að það fór fram á göngu skólans inn í kennslustofum, þar sem aðrir sáu til, aðrir kennarar skólans. Það voru allir bara svona blindir á þessu tíma. Sko ég eiginlega bara get ekki svarað því. Ég ræddi við kennara hérna, þeir tölum við munum eftir Gunnari, hann var alltaf hreint hress og kátur og hann var svona stundum svolítið trúður og það har kannski verið akkurat svo birtingarmynd sem að við vorum blind fyrir. Og þú var svona, svona galsýðir og sumir sögðu, hann var stundum að pirra krakkana. Það var svo mynd sem sumir sáu líka. Að þú að potast í þeim og pirra þau, en því meir sem að maður les einelti að þá þetta einmitt kannski svo birtingarmynd sem hefur komið fram hjá þér. En ég ánægð með að þú skyldir hafa komið með þetta upp, þó að sé erfitt að hugsa til þess að þetta skyldi hafa verið akkurat hér. Og eins og við ræddum saman að ég skyldi líka vera svona blind. Og það finnst mér erfitt. 2008. Finnur þú mynda mér? Með mér? Ég ekki mynda mér en það er mynda bekknum sem var. Þetta er árgangurinn minn, sem var hérna. Og þú ert ekki á myndinni? Nei, ég kláraði ekki 10. bekk hérna. Svona 10. bekkjarmyndir. Ég titraði þegar ég að ganga inn. Veistu, gott viðtal, gott hvað hún sagði. Ég ekki að reyna að fá eitthvað skot á einhvern inn á skóla eða skot á einhvern hvað hann gerir rangt. Ég svona að leita mér upplýsinga hvað mætti betur fara og hver viðhorf skólans frekar í dag heldur en þá. Þetta nefndi unglingadeildin. Það nefndi með, hún var einhelti komið á það hátt stiga. Ég man nú alla eftir mér á þessum tíma. Ég hætti að þroskast löngu áður en ég var einhvern veginn táningur. Maður hætti gjörsamlega að þroskast að hugsa sjálfan sig. Maður var einhvern veginn svona trúður eins og hann sagði. Það reyndi að byggja upp einhverja mynd. Mér fannst það lífið svona, hvað sé það? Lífið í afneitun? Já, afneitun, gjörsamlega. Það er gjörsamlega afneitun með það. Það var rillingur alltaf að leikum í sund. Það sem enginn gat fylgst með, það var gert alveg híklaust eitthvað. Allt í þessum stiga hérna. Ekki opnaði að reyna frá það. Læstu þarna. Alls konar atvik sem rifjast upp fyrir manni og eins þegar fólk er að koma í dag og segja hvernig við þykir fyrir því, hvernig ég fór með því og er að nefna ýmis atvik sem ég man ekki einu svona eftir í því. Það er svo að það hefur bara slaknað á mér, ég var einhvern veginn eitthvað vélmenni, Ég var ekkert, ég man voða bara brota eftir tíma. Sem er kannski gott í sjálfum sér, ég veit það ekki. Við ræddum við Þórhildi Líndal, lagaprófessor, en hún var áður umboðsmaður barna á Íslandi. Við spurðum Þórhildi hvernig það var þegar einelti var að byrja að komast í umræðuna á Íslandi. 1995 þá tók ég við sem umboðsmaður barna fyrsti á Íslandi og þá voru mér nú hugleikin mjög tvö málefni. Það var ekki síst einelti og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Ég ákvað að því ég væri nú umboðsmaður barna, talsmaður barna gagnvart hinu opinbera, að fara og tala við þau beint. Segja þeim frá barnasáttmálunum, segja þeim frá að þau bæði ættu réttindi en þau bæri líka ákveðnar skyldur og meðal annars sagði ég að börn ættu ekki að líða ofbeldi, hvorki líkamlegt né andlegt. Þegar að ég var búin að tala við þau á sal, þá sagðist ég vera bara til umræðu eða viðræðu og þau komu bara þó nokkur í hverjum skóla og sögðu mér að það væri einelti og þau væru lamin og eitthvað svona og strítt og potaði í þau og svo framvegis. Þannig ég hélt blaðamannafund og kynnti fyrir þeim og þar kom ég meðal sinna það
að ég hafði orðið vör við það að einelti væri alvarlegt vandamál í skólum landsins. Viðbrögðin urðu nú þau að margir hverjir brugðust illa við þessu. Margir yfirstjórnendur skóla og vildu að ég tilgreindi skólana þar sem einelti væri að finna. En svar mitt var bara, já þetta viðgengst örugglega í öllum skólum landsins í mismiklu mæli og það verður hver og einn að vinna í þessu heima fyrir. Og mikilvægt að hlusta á börnin og trúa þeim. Hvert geta foreldrar eða nemendur leitað ef þeim finnst skólinn ekki taka nógu vel á eineltismálum? Ef að fólk telur að skólinn hafi brugðist sínu hlutverki þá á að leita til skólanefndarinnar sem skipuð af þá sveitastjórn í því sveitafélagi og ef að skólanefndin tekur ekki við sér þá getur fólk snúið sér til sveitastjórnarinnar. Skólastjórinn sjálfur var verstur af þeim öllum. Hann talaði alltaf digurbarkalega að svona myndi ekki líðast í sínum skóla og fyrst sinn róaði það með mig eitthvað en við lærðum náttúrulega fljótt að þetta var bara í kjaftinum á honum og hann gerði aldrei neitt. Þessi viðmælandi vildi ekki koma fram undir nafni. Hann segist hafa orðið fyrir einelti alla sína grunnskólagöngu. Fyrsta minningin mín af eineltinu held ég þegar ég var 7 ára og man eftir þessu þetta var svo leiðilegt eitthvað að ég var alltaf að girða niður mig fyrir framan allan leikvöllinn og benda á hlæja og það allt. Svo heldur þetta bara reglulega áfram, reglulega niðurlægingar, reglulegar barsmíðar, pissa í skóna mína, stólið hlutum af mér, fötum, skóm. Hvernig þetta stoppaði síðan á endanum, það var í 9. bekk. Það var gert svona hálfgert ambush á mig þar. Það var einn af höfuðbörnunum sem kom með einhverja undirmenn sína. Þar á meðal einn risastóran gaur sem var æfði box. Höfuðbörnun sjálfur var eldri en ég, hann var svona miklu minni og hann tók alltaf góðan leiðsögumann með sér. Ég hafði alltaf verið rosalega kristinn krakki eitthvað. Og ég vildi aldrei slá tilbaka sem alltaf var partur af því að gera mig að betra skotmarki. En þann daginn í rauninni og einhvern veginn ákvað ég að hætta því og ég bar hann tilbaka en þá náttúrulega kom bara boxarinn og stútaði mig niður í jörðina bara. Ég var þannig þá blóður niður á skrifstofu skólastjórans sem venjulega. Skólastjórinn náttúrulega gerði ekkert í þessu frekar en venjulega. En það sem vildi til þess að þetta stoppaði loksins var að mamma kom þarna brjálaðri en nokkur sinni fyrir og hún heimtaði það að skólastjórinn myndi hætta þessum tómu loforðum sínum og bara hún heimtaði að myndi hringja á lögregluna. Og hann eitthvað reyndi að malda í móðun við því og þá reif hún á honum símtólið og hringdi bara sjálf. Og við það að lögreglubíll kæmi á skólalóðina, þetta voru það öflug skilaboð einhvern veginn. Þetta braut einhvern veginn svona sjónhverfinguna af því að þetta væri í lagi. En þarna einhvern veginn allt í einu hrukku allir upp og virtust fatta að þetta væri náttúrulega líkamsárás og bara alvarlegir glæpir og já, þá hætti þetta eftir að lögreglubíllinn sást þarna niður á skólalóðinni. Þessi höfuðbörn, ég held að hann hafi verið rekinn á endanum en það var samt ekki fyrir að ráðast á mig alltaf, það var fyrir að mæta fullur á skólaballi eða eitthvað. Mörg þeirra barna sem verða fyrir ofbeldi eða útilokun frá jafningjum sínum upplifa svo mikla skömm og niðurlægingu að þau segja engum frá eineltinu. Þau bera því harm sinn í hljóði og bíða þess að þetta líði hjá eða lægist af sjálfu sér. Þau byrja jafnvel að trúa því að þau eigi þetta skilið og því sé engin vonum að hægt sé að breyta neinu. Hann sagði ekki frá þessu. Það voru bekkjarsystur sem að létu vita af því hvernig væri komið fram við hann. Mín viðbrögð voru bara held ég að draga mig í hlé, að taka ekki þátt, vekja ekki athygli á mér og bara að læra að halda kjafti. Þegar maður reyndi að taka þátt í samræðum þá var því snúið upp og það skapaði kannski grundvöll til þess að gera grín að manni og þá lærði maður bara að gera það ekki. Síðan getur þolandi sjálfur farið í heilmikla afneitun. Það sýna það rannsóknir að hann tekur á sig sökina að þetta sé eitthvað að honum sjálfum. Hann er hræddur að ef hann fyrir að tala um einelti að þá komist hann aldrei inn í hópinn og það verði þetta svaka stórt mál. Og hann er hræddur að ef hann segir frá þá versni ástandið og hann hugsa kannski sem svo líka að ef að fullorðnir þið geta hvað sem ekkert gert. Og samkvæmt ef við horfum á það að treysta fullorðnum að samkvæmt Olivius rannsókn frá 2005 sem hann hafði þannig til 6.000 nemenda að þá af þeim sem hafði upplifað einelti þá voru það 15% sem að segja ekki frá.
60% hafa sagt vinum og systkinum frá, þannig að þau leita til sinna jafninga. 60% segja frá heima fyrir og 50% segja fullorðnum í skólanum frá því. Þannig að það er í rauninni mjög stór hluti og stærsti hluti sem að segja frá. Það er alltaf spurningin það, hvernig treystir barn hinum fullorðna. Ef eitthvað kæmi fyrir mig, við hvern get ég talað, get ég þá treyst í að það verði ekki borið þann út að ég verði ennþá meiri þolandi. Og það er þetta sem krakkarnir er mest hræddir við. Krakkar koma kannski ekki fyrir en eftir 1 ár sem hafa lent í einhverju og þá líður þeim orðið mjög illa. Þá fyrst fara þau að ýja því að eitthvað sé að. Og foreldri heldur ekki að gefa skilaboð til barnanna sinni að þú verður bara að slá frá þér eða flýðu af hún, farðu burt úr þegar þú sérðu að það lendi í þessum aðstæðum og slíkt. Sko, þetta er ekki svör sem lausn til barnanna. Þetta er allt sem segir það er þér að kenna og lendir í þessu skiljið. Oft er tekið á málinu eins og að þolandinn sé vandamálið. Sumir kennararnir sem ég talaði við ýttu undir þá hugmynd hjá mér að það væri eitthvað að mér frekar heldur en hinum og ég var sendur til skólasálfræðings en gerendurnir ekki og mér fannst svolítið eins og það væri svona verið að refsa mér frekar heldur en þeim. Það eina sem ég vissi var að skólastjórinn talaði við þessa strákar sem ég nafngreindi og hélt ykkur að ræðu yfir bekknum svona að mér fjarverandi. En svo var lausnin svo að taka mig út úr bekknum og setja mig í sérkennsludeild. Niðurstaðan er yfirleitt alltaf þannig, undantekningar lítið, að þolendur eineltis, þeir þurfa að víkja. Þeir skipta skóla, þeir flækjast á milli sveitarfélaga og það finnst okkur ofsalega óréttlátt. Og þið getið ímyndað ykkur foreldrunum líka sem að þurfa að þværa sig milli sveitarfélaga með börnin sína því þau eru lögð í einelti í skólanum. Að verða fyrir einelti getur verkað eins og brennimerking gagnvart samfélaginu. Það getur því reynst mjög erfitt fyrir barnið að öðlast virðingu samnemenda sinna aftur. Af þessum ástæðum velja margir foreldrar að flytja barnið í annan skóla. Ég þekki nú bara dæmi þess að við höfum fengið nemendur hingað úr öðrum skólum sem hafa orðið fyrir einelti annar staðar. Það hefur gerst að krakkar hafa farið héðan í aðra skóla. Í langflestum þessar tilvika þá hefur það tekist vel. Þannig að mjög oft eiga börn nýtt tækifæri í nýjum skóla. Þegar eineltir er orðið viðvarandi, eina leiðin í raun og veru er að skipta skóla, helst að færa þá sem eru frostmarkar eineltisins, láta þá skipta skóla, eða þá bara jafnvel eins leiðilegt það kann að vera að skipta sjálfur skóla. Þú getur ekki bara smellt fingri og sagt, já nú ætlum við að hætta þessu einelti. Ef þú eru orðið fyrir ákveðnum fordómum, þú ert búin að fá ákveðnar stimplun sem ykkur karakter, þá er rosalega erfitt að breyta því. Bara fyrsta árið að vera í nýjum skóla sem enginn þekkti mig, það vissi enginn að ég var Siggi Slef. Ég var allt í einu bara orðinn gjaldgengur í samfélagi nemenda og fólk bara talaði við mig eins og hvern annan mann og á stuttum tíma þá jókst sjálfstraust mitt alveg gífurlega mikið. Ef að ég sendi ekki barnið mitt í skólan að þá er barnaverndarnefnd send á mig. Ég er þá klöguð til barnaverndarnefndar vegna þess að ég er að bregðast mínu uppeldishlutverki. Barnið á að vera í skóla og ég segi nei, barnið mitt fer ekki inn í þennan skóla. Þarna verður það fyrir ofbeldi á hverjum einasta degi. Það verður fyrir áfalli í hverja einustu viku. Þá er spurning hvernig barnaverndaryfirvöld myndu bregðast við. Ef að barnið er sannarlega verða fyrir skaða frá degi til dags í skólanum án þess að sé tekið á því þá held ég að það gefur nú auga leið að það geti ekki verið gagnlegt fyrir barnið að fyrir skólan. Barnið þarf að vita að það geti mætt í skólan án þess að verða fyrir ofsóknum og meiðingum á hverjum einasta degi. Ég held að við getum öll verið sammála það að það bara verður að vera þannig. Mamma Greiði var svo þrjósk. Hún vildi ekki skipta skóla því þá væri þeir að vinna. En ég meina það hefði náttúrulega verið besta múið, Sumir segja að oft sé verið að gera of mikið mál úr einelti. Verði ekki allir fyrir smá stríðni í skóla? Þetta er fáránlegt að segja búhú að lenda allir í þessu. Ég meina gríðarlega munur að lenda í smá einelti í einn dag eða lenda í stöðugt yfir mörg ár. Þetta er ekki bara einhver mælir sem fer upp í 10 og stoppar síðan. Þetta er eitthvað sem byggist alltaf upp og bætist ofan á og verður alltaf verra og verra því lengur sem þetta
stendur yfir. Þessi gagnrýni í samfélaginu á þetta að það megi ekki orðið gera neitt þá sé kallað einelti, mér finnst fínt að það er verðbólga í svona orðum. Mér finnst allt í lagi þó að börnin kvarti meira heldur en minna. Við segið ofta frá í sjaldar, segið strax frá en seint, skiljiði, og verið ekki að hika við. Þetta slærir mig alltaf jafn mikið að það geti verið til svona mikið skilningsleysi á fólki að það haldi að einelti sé bara eitthvað sára einfalt og lítil stríðni og að fólk get ekki skilið og séð og sett sig í þau spor að vera lítið barn í skóla, að vera einn, vinalaus, hræddur að því að það er búið að koma svo illa fram við þig og hrekkja þig svo oft og hrella og það er jafnvel búið að koma heim til þín og sækja þig í sátt, taka í höndina á þér og bjóða þér sátt og fyrirgefningu og fara með því svo eitthvað þar sem er lúskrað á þér. Og hlegið að þér, haha, nú blötuðu við þig. Og sum börn eru bara heppin að sleppa á lífi út fyrir þessum aðstæðum. Aðstandendur þessarar myndar gerðu litla könnun meðal 80 þolenda eineltis. 87% lýsa þunglyndi. 66% segjast hafa leitað til sálfræðinga eða geðlækna vegna eineltisins. 40% svarenda sögðust hafa fengið lélega menntun eða flosnað upp úr námi og 34% segjast hafa reynt að svipta sig lífi. Það var til dæmis hringt í mig út af ungu manni sem er bara einhvern tímann hefur verið notað orðið bara ónýtur einstaklingur. Hann er bara ónýtur einstaklingur. Það er að því að það var náttúrulega aldrei unnið í hans málum fyrir það fyrsta og hann bara einangraði sig, lokaði sig af og hann var bara orðinn öryrki. Bara sat einhvers staðar fyrir saman tölvu í einhverju íbúð og drukknaði í pítsukössum og allt of þungur og þunglindur og bara gjörsamlega vanvirkur í lífinu. Og þetta er kannski svona eitt formið af því og svo auðvitað fólk sem hefur tekið líf sitt. Fólk bara hreinlega tekur líf sitt út úr þessari vanlíðan. Já, ég meina, þú veist, mér dreymdi að fyrir mig sjálfsmorð á hverjum degi hérna í einhver ár, sko. Ég bara gat ekki gert fjölskyldunum minni það. Það var eina ástæðan fyrir ég gerði það ekki. Í þessu tilfelli var enga hjálp að hafa. Þarna voru vanhæfir skólastjórnendur, þarna voru vanhæfir foreldrar og bara vanhæft fólk allt í kring sem annarkvort sá ekki vandann eða hafði ekki ráð og þannig bara fór þetta. Við höfum nú þegar heyrt sögu Ingibjargar en sonur hennar tók sitt eigið líf eftir að hafa glímt við afleiðingar eineltis. Eftir andlát Lárusar stofnaði Ingibjörg móðir hans samtökin Liðsmenn Jerikó en Lárus gekk jafnan undir nafninu Jerikó í netheimum. Liðsmenn Jerikó eru í dag einhver öflugustu fjöldasamtökin gegn einelti. Ég hef fengið, ég hugsa þetta séu svona 1000 póstar og viðtöl, samtöl sem ég hef átt við fólk. Þar sem við erum að tala foreldra eineltis barna og uppkomna þolendur. 5 sögur af einstaklingum nákvæmlega eins og Lárus. Börn sem voru lögð í einelti, eldast, þroskast en losna aldrei við þennan skugga þunglyndisins, kvíðans. 5 einstaklingar sem sviptust í lífi frá 17 ára til 22 ára aldurs og þar af 1 stúlka. Það sem er sammerkt með þeim þolendur sem við höfum rætt við er það að þeir eru allir með brostna sjálfsmynd. Þeir eiga erfitt með að fóta sig í atvinnulífi sem og einkalífi. Þeir eru erfitt með að treysta fólki. Þeir eru alltaf að vinna með sjálfan sig og allir þessi þolendur sem við höfum rætt við, þeir héldu allir að þetta verið þeim að kenna. Það væri eitthvað að þeim. Það væri eitthvað öðruvísi við þá heldur en hina krakkana. Já, ég er með að treysta fólki og mistúlka mikið það sem fólk segir um mig. Það er svona hálfgerður sterkur ávanni hjá manni að vera paranoid gagnvart því hvað fólk er að segja um hann. Það er með að taka gríni kannski. Gerendurnir þeir voru mjög skapandi í því að finna upp alls konar svona gildrur og þóttust kannski vera hrósamanni en voru svo bara að reyna að leggja upp einhverja niðurlægingu. Ég veit að afleiðingarnar fyrir sjálfsmyndina hjá einstaklingnum eru þannig þeir kunna ekki þessi almennu samskipti og það er bara svo eðlilegt vegna þess að þeir hafa ekki fengið að þroska og þjálfa þetta með sér og þeir eru útundan, þeir eru útskúfaðir þannig að þeir fá ekki að vera inn í hópnum þannig að þegar að þeir
loksins eru viðurkenndir á einhverjum stað, í einhverjum hóp, að sjálfsögðu það besta í heiminum fyrir þá. Gleðin svo mikil og tilfinningarnar eru svo sterkar að fyrir venjulegt fólk að það á erfitt með að skilja þessi einstaklinga. Einstaklingar sem eru búnir að bæla alla tilfinningarnar sínar til þess að sýna aldrei svipbrigði vegna þess að þeir vita aldrei hvenær það nota gegn þeim. Ég man sérstaklega eftir því fyrir nokkur mánuðum síðan að ég var í bíl með fyrirverandi kærustunni minni og það var bara saklaus frétt í útvarpinu þar sem það var að fjalla einelti. Ég man ekki nákvæmlega hvað en það var eitthvað einelti. Og ég bara brast í grát, ég fór að hágráta og ég bara réð ekki við mig og ég fekk bara þvílíkt grátkast. Ég fæ ennþá martraðir sem að tengjast grunnskóla, ótrúlegt, ég 33 ára, ég fæ ennþá martraðir þar sem að ég að vakna upp í það að vera lagður einhverstaðar einelti, að vera laminn í grunnskóla. Margir eineltisþolendur eru staðráðnir í að láta þessa slæmu reynslu ekki aftra sér frá árangri í lífinu. Ég neita að leyfa þessari tegund af mótlæti sem ég hef upplifað. Ég neita að leyfa svo að brjóta mig niður. Þvert á móti þá einmitt nota ég þetta mótlæti sem ég hef upplifað til að byggja mig upp. Ég er búinn að læra ýmislegt sjálfan mig, ég er búinn að læra ýmislegt annað fólk, búinn að læra ýmislegt mannlegt eðli. Daginn sem þú ert einn inni í íbúðinni, einangraður, vinalaus og þú horfir á lífið þitt í rauninni molna fyrir fram með þig, já, þá náðu gerendurnir ætlunarverki sínu. Þá eru þeir búnir að vinna. En margir þolendur upplifa svo mikla skömm af eineltinu að þeir vilja helst ekki tala þessa reynslu af ótta við fordóma. Það akkurat hlutverk okkar sem ölum upp börnin okkar að ala börnin okkar upp í því að maður þegir ekki með svoleiðis hlut. Maður ber ekki harm sinn í hljóði með það ef að maður tekinn af öðrum og ég tala nú ekki fleiri en mörgum og yfir langan tíma. Maður ber ekki harm sinn í hljóði með það en það auðvelt að segja þetta því að þetta eru brotnir einstaklingar. Ég var mjög náinn mínum foreldrum en samt gat ég ekki sagt frá þessu því að mér þótti svo mikil skömm og mér þótti erfitt að segja frá þessu en ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir þá sem eru að lenda í þessu að byrgja þetta ekki innra með sér, leita ekki í svona einhverjar flóttaleiðir heldur frekar að reyna eftir fremsta magni að finna ykkur sem að treysta hvort sem að það foreldrar eða góður vinur eða eitthvað sérfræðingur í skólanum, segja frá þessu, segja að þetta sé í gangi. Ekki endilega með það í huga að fara að gera eitthvað mikið viður út af þessu endilega, en allavega að finna eitthvað til að geta tala við og deilt þessum tilfinningum. Það skelfilegt að byrgja þetta heitt með sjálfum sér og því þá fer maður hugsanlega að fá alls kyns svona ranghugmyndir bæði hvað eðlilegt og sjálfan sig og svoleiðis. Versti parturinn náttúrulega hatrið. Það það sem endist lengst og einhvern veginn fer í hringi og skaðar mann mjög mikið að mörgu leyti. Þetta svona hálfgert eitur einhvern veginn. Og eina leiðin til að losna af hatrið að fyrirgefa. Ég var auðvitað mjög reiður þegar ég var í grunnskóla og var að klára grunnskólan. Ég meina, ég átti mér svona, maður getur ímyndað sér, þið vitið fjöldamorðin sem að, í Bandaríkjum, ég hafði nú kannski aldrei þannig drauma, en ég átti mér drauma þar sem að, ég kom bara í skólanum með beisbólkylfu og lamdi þessa gæja bara í buff. Ég kynnti mér verstu skólamorðingjana í heiminum og þeirra hugsanir, þeirra skrif og viðtöl sem tekið með þetta bara eins og copy-paste af mínum hugsunum. Og ég hataði þetta fólk á þessum tíma, en það náttúrulega sem betur verið breyst. Hefur hann þá fyrirgefið gerendunum? Ég myndi ekki nota orðið fyrirgefið, heldur ég bara raun og verið skilið þetta var ekkert gerendunum að kenna, ekkert sérstaklega, það geta allir lent í þessari aðstöðu. Ég hefði getað orðið gerandi líka, bara undir aðeins öðruvísi kringumstæðum. Það bara þannig. Ungur maður sem mátti þola gróft einelti alla sína grunnskólagöngu skorar á skólastjórnendur að taka betur á eineltismálum. Brotalamir séu víða í kerfinu og sinna þurfi gerendum jafnt sem þolendum til að uppræta einelti.
Tæplega 700 manns sóttu málþing kvíðaraskanir barna og ungmenna sem haldið var á vegum Sjónarhóls. Meðal þeirra sem héldu erindi var Gunnar Magnús Halldórsson Diego, en hann varð fyrir grófu andlegu og líkamlegu ofbeldi allan þann tíma sem hann var í grunnskóla. Hann var barinn og niðurlagður. Hann var þunglyndur, vansvefta og einmana og þorði ekki að segja neinum frá vanlíðan sinni í áraraðir þó hann væri marinn og blár eftir barsmíðar. Ég kom alltaf heim með þessu afsökun í datt. Ég þorði aldrei einhvern veginn að standa upp fyrir sjálfur mér og segja bara að ég er fyrir einelti, sko. Ég trúði því orðið sjálfur að ég var ekki orðið fyrir einelti, ég væri bara svona. Ég væri dæmdur til að lifa svona og ég var komin gjörsamlega einhvern veginn blinda sýn á hið raunverulega líf. Á menntaskólaárunum leiddist hann út í óreglu og vanlíðanin jókst. Skólar taka á vandamálunum þannig að yfirleitt eru gerendur og þolendur látin takast í hendur og þolandinn er yfirleitt titlað sem vandamálið í skólanum. Og eins og í mínu tilfelli þá afneitaði skóli vandamálunum, gerði mig að vandamálunum og þau sögðust ekki hafa vita neitt, sko. Vita hvað var að ske. Og ég held að þurfa ykkur vitundavakningu í þjóðfélagið. Skólastjórnendur þurfa að fara að taka ábyrgð á hvað er gert innan skólans, hvernig er tekið á málunum. Þá þarf líka að taka gerendurna og það gerendur er ekkert að stríða bara til að stríða. Þeir eru auðvitað að reyna að upphefja sjálfa sig á einhvern hátt, gera það á einn eða annan máta og þeir þurfa ekkert síður hjálp. Þannig að vandamálið er hópurinn. Mótspyrnu, ég veitti mótspyrnu þegar ég var yngri. Reyndi einhvern veginn að standa upp fyrir sjálfum mér, að láta ekki bjóða mér þetta. En það gekk einhvern veginn í stuttan tíma út af því ég vissi það að ef ég myndi veita mótspyrnu þá fengi illt verra einhvern veginn. Hlyti ég verra af. Ég man eftir því þegar ég fór til skólastjórans eða umsjónarkennarans og talaði við hann eitthvað ákveðið mál. Þá vissi ég það alveg ef ég verið að klaga þá fengi ég að kenna á því eða þá ég fengi eitthvað tímafrið og fengi ennþá meira að kenna á því. Og ég var það mikið niðurbrotin, ég þorði ekki að sýna mótspyrnu. Ég lét fara með mig eins og tusku, ég var bara, það var búið að brjóta mig alveg gjörsamlega niður því ég er bara komin í unglingadeildina, gjörsamlega. En hverjir verða fyrir einelti? Er eitthvað sérstakt sem einkennir eineltisþolendur? Það eru tvær tegundir af fólki. Þessir sem að vilja geðjast öllum, gera allt fyrir friðinn. Og það er alveg frá litlum börnum. Þeir láta heldur sparka í sig, heldur en að bera hönd fyrir höfuð sér. Einnig þeir sem eru skapabráðir og þola ekki stríðni. Við vitum að þeir sem eru beittir einelti eru oft eitthvað frábrugðnir. Við höfum til dæmis séð í íslenskum rannsóknum að krakkar af mjög fátækum heimilum, þeir eru líklegir til að vera beittir einelti. Og þá getum við velt fyrir okkur af hverju það er. Það kemur myndast eitthvað skotleyfi á það því að þeir eru öðruvísi. Þeir eru svona einhver frávikar af einhverju tagi. Og félagsfræðingar hafa lengi bent á það að þeir sem fá þá merkingu í einhverju samhengi að þeir séu frávikar, að þeir eru oft hataðir svolítið og fólk upplifir neikvæða tilfinningar gagnvart þeim sem eru öðruvísi og svo framvegis. Ég var þeirra skoðunar oft líka að bara þeir sem væru öðruvísi væru líklegir að lenda í einelti og þeir eru það náttúrulega vissulega. Ég held samt að einstaklingar séu ekki lagðir í einelti vegna þess að þeir séu frekknóttir eða rauðhærðir eða of feitir eða of góðir í skóla eða of lélegir í skóla. Þú getur alltaf fundið eitthvað til þess að sýna fram á mun milli okkar og hinna. Þú getur talað við fólk sem hefur lent í einelti sem var ekkert öðruvísi heldur en annað fólk. Það var bara eitthvað atriði fundið. Ég var kallaður Siggi Slef. Ég slefaði ekkert voðalega mikið, ég man ekki eftir því. En ég myndi halda almenna mynstri væri það að gerandi finnur sér eitthvað sem hann getur níðst á og því auðveldara sem það er því betra oft. Ef að maður horfir á hvar er það sem að einelti þrífst, í hvernig umhverfi er það sem einelti þrífst, þá er það gjarnan svona í hóp, þar sem eru mjög svona stífar reglur hvað sé rétt og hvað sé eðlilegt. Og það er mjög lítið umburðarlyndi, það gagnvart breyti í skoðunum, gagnvart breyti því hvernig þú viðhorfum, hvernig þú ert í námsárangur, hvernig klæðaburður og annað. Og þeir nemendur sem ráða ferðin í þeim hópi, þeir refsa þeim sem ekki fylla inn í þessi norm. Ofbeldi er alltaf eitt af þrennu, Í fyrsta lagi að hafa vald yfir einhverjum öðrum, fá hann til að gera eitthvað fyrir þig eða fá að gera eitthvað við hann, eða hana.
Í öðru lagi að refsa einhverjum öðrum fyrir brot á normum, fyrir brot á einhverju sem þú telur vera siðferðilegt mál, sko. Og svo í þriðja lagi að annaðhvort sækja sér eða viðhalda félagslegri sjálfsmyndinni. Heiður þinn í hópnum, passa upp á virðingu þín í augum annarra, passa upp á statusið þín í hópnum eða til að sækja sér status í hópnum. Og einelti kristallar þetta ágætlega. Þú veit með einstaklingar sem einmitt að gera nákvæmlega þetta. Lítum næst á reynslu þeirra sem hafa verið gerendur eineltis. Hvað var það að þeirra mati sem dró þau til að beita ofbeldi? Sigríður mátti þola ofbeldi á sínu heimili í æsku og telur hún að það hafi ýtt undir ofbeldishegðun af hennar hálfu. Þegar ég horfði tilbaka á unglingsárinu þá var ég alltaf á mörkunum að verða fyrir ofbeldinu en reyndi þá alltaf einhvern veginn að verða meiri töffari með því að verða einhvern veginn meira cool með því að beita aðra ofbeldi og reyna frekar að vera í hópnum sem var að beita aðra ofbeldi. En leið alltaf illa með það sjálf, sko, því ég vissi nákvæmlega hvernig þessum krökkum, þessum úlingum leið. Maður hefur alveg séð dæmi að barn sem beitir ofbeldi og leggur í einelti að það býr við mjög flóknar og erfiðar aðstæður heima og skorta og ást og umhyggju og ýmsu og svo hefur maður líka séð gerendur sem koma úr þessum bestu hugsanlegu aðstæðum. Gunnar var eineltisgerandi sem að einsögn beitti marga mjög grófu einelti. Hann kveðst hafa komið af góðu heimili en hafi leiðst út í ofbeldishegðun af félagslegum ástæðum. Fyrst alveg frá því mann eftir mér í skóla, sko, þá varði ég stundum fyrir barðinu og var ég stundum tekin í gegn og laði mig kannski eitthvað og þá fór ég að vera hræddur bara og fór að haga mér eftir því, sko. Spilaði mig bara stóran kall og fór að vera gerandi frekar en þolandi, sko. Ég var mjög grófur í eineltinu, sumir sem lentu mjög illa í því og þetta ekkert enga hlutir sem ég er stoltur af í dag. Ég held að aðalgerendur eineltis séu mjög margt svipaði bara þeim sem beita ofbeldi almennt á unglingsárum. Það eru krakkar sem að leita að viðurkenningu annarra með öðrum hætti. Þau sjá þarna ákveðið identity sem þau geta sótt með því að beita ofbeldi. Það töluvert af rannsóknin sem styður þetta. Og þarna kemur líka inn að þetta barn hefur ekki fengið fræðslu og þetta atlæti og bara kennslu í samskiptum. Hvernig kemur maður fram við önnur börn og annað fólk? Þetta eru börn sem eru með að fara eftir reglum. Þetta eru krakkar sem hafa mikla þörf fyrir að ráðskast með aðra. Þau beita jafnvel valdi og hótunum. Þau eru oft skapráð, fljótfær, hafa litla þolinmæði gagnvart hindrunum. Þau eru svona örvæntingafull. Þau kunna svara fyrir sig, þau eru örugg. Og þau eru oft mikið vinsælli, þau eru vinsæl innan bekkjarins, innan skólans. Þau eru að nýta sér, að vera svona, ég veist segjum svolítið töffarar. Þessi krakkar eru miklu líklegri til að leggja bekkjarsystkini sinni í einelti og nýta styrkleika sinn. Það virðist vera sammerkt með þeim gerendum sem við ræddum við að þeir upplifðu að einhverju leyti félagslegan þrýsting til að beita ofbeldi. Sumir hafa líkt þeirri músefjun sem myndast í kringum einelti við fangelsismenningu. Mér finnst merkilega mikið sameiginlegt með grunnskólasamfélagi, allavega mínu grunnskólasamfélagi og svona fangelsismenningu. Það er svona klíkur og ákveðin gákunar eða ofbeldi og ótti sem er beitt svona til að öðlast stöðu og svona. Það þarf stundum mikið annað heldur en að bara sjá einhvern leggja annan í einelti og fatta einhvern veginn ómeðvitað að þetta getur verið góð hugmynd fyrir þína stöðu í þessari neikvæðu menningu. Við ræddum við fleiri eineltisþolendur sem lýstu skólabragnum sem fangelsismenningu. Þessi líking á kannski vel við. Þar sem börn hafa ekki val að ganga í skólan, líkt og fangar hafa ekki val að vera í fangelsi. Við skoðuðum hvaða félagslegu ferlar eru í gangi í fangelsum og komumst að því að það er fleira sem er líkt með einelti í skólum og fangelsismenningu. Það var gerð tilraun í Stanford háskóla 1971 eða 1972 þar sem þú tókst venjulega háskólastúdenta. Helminguna háskólastúdentum var klæddur í löggubúninga og settu sólgleraugu. Svo keyrðu þeir bæinn og handtóku hina stúdentana sem áttu að vera fangar. Þetta var allt gert mjög raunverulegt. Það var farið með þá í Stanford háskóla í einhvern kjallara þar sem var svona innréttaður eins og fangelsi. Og síðan var bara fangavörðunum sagt að halda upp lög og reglu í fangelsinu, sko. Og það tók ekki nema bara 1,5 dag fyrir hlutin að verða mjög nasty, sko. Og fangavörðunum byrjaði að hegða sér við byrjaði að vera algjörlega sadistik við fangana og láta þá þrífa klóstið með berum höndum og gera alls konar hluti sem við myndum halda venjulegt fólk myndi aldrei láta annað venjulegt fólk gera en þetta voru bara venjulegir háskólastúdentar. Þeir samþykktu að taka ákveðin hlutverk að sér
og þeir léku þessi hlutverk mjög, fylgdu mjög fast á eftir þessum hlutverkum, sem að segir okkur að hlutverki sem við erum sett í mótum rosalega mikið hvernig einstaklingar við erum. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Tilraunin fór þannig að rannsakandi þurfti að hætta tilrauninni eftir, held ég, 6 daga. Þetta voru aðstæður sem voru algjörlega óviðráðanlegar. Now, it is important to remember that at the start of this experiment, there were no psychological differences between those students assigned the prisoner role and those assigned to be guards. Hvernig það mögulegt að ofbeldi geti gengið svona langt? Stanford-tilraunin var vissulega aðeins tilraun, en það sem gerðist þar var raunverulegt og á sér mörg fordæmi gegnum söguna. Í nýleg dæmi eru pyndingarnar sem áttu sér stað í Abu Ghraib fangelsinu, þar sem 11 fangaverðir voru ákærðir fyrir að misþyrma föngum. En svo mætti líka nefna Winterbourne View sambýlið fyrir þroskahamlaða, þar sem 11 starfsmenn voru ákærðir fyrir að misþyrma íbúum. Lýsingar á þeirri grimmd sem viðgengst í einelti meðal barna eru því miður oft í líkingu við þessar hryllingsmyndir. En það sem vekur óhug flestra varðandi Stanford-tilraunina, Abu Ghraib eða Winterbourne View er að þetta var allt saman venjulegt fólk sem framdi ódæðin. Fólk sem átti enga forsögu ofbeldi. Það virðist vera að afskiptaleysi yfirvalda gagnvart ofbeldi á lokuðum stofnunum hafi þau áhrif að smám saman siðblindast venjulegt fólk vegna þöggunar og músefjunar. Svipaða niðurstöður er að finna í mörgum eineltisrannsóknum. Ef áhorfendur að eineltinu, önnur börn eða hinir fullorðnu láta hegðunina óáreitta að einhverju leyti, þá líta gerendurnir á það sem samþykki fyrir sinni hegðun og reyna sífellt að ganga lengra og lengra. Sjálfsagt myndu börn ganga lengra ef það væri ekki sett neinar hömlur á þau og einhvern veginn þeim væri ekki leiðbeint og það væri aldrei tekið á málum þegar þau getur sjálfs þróast upp í að verða mjög hættuleg og alvarleg. Ef að umhverfið bregst ekki við bara þegar fólk kemur illa fram við aðra, þá erum við í raun og veru að samþykkja það. Stanford-tilraunin þykir sýna fram á áhrifagirni einstaklingsins í aðstæðum þar sem hugmyndafræðilegt og félagslegt samþykki er til staðar. Tilraunin þótti líka sanna að það eru aðstæðurnar sem valda hegðun fólks miklu fremur en þeirra innri maður eða siðferði. Þau hlutverk sem við erum sett í innan hópsins ákvarða hegðun okkar. Það sem kom í ljós til dæmis í þessari fangelsistilraun, fyrir utan það að verðirnir í tilrauninni fóru að hegða sér mjög mikið eins og svona sadískir verðir gera oft, að þeir fóru beinlínis að ósköp venjir háskólastúdentar að pína fangana og það voru tekin viðtöluðu eftir og þá upplöðu fangarnir það eins og þeir væri ekki persónu lengur. Það var eins og ég misti mitt identity, sögðu fangarnir. Það var eins og ég væri ekki lengur ég sjálfur. Árið 2000 var viðamikil rannsókn á eineltishegðun framkvæmd í Kanada. Þar voru börn kvikmynduð á laun bæði inn í skólastofum og úti á skólalóð. Á myndböndum mátti sjá að þolendur flýja sjaldnast úr aðstæðum þegar á þá var ráðist. Stundum jafnvel laðast þeir að gerendunum. Dr. Wendy Craig er ein af þeim sem fór fyrir kanadísku rannsókninni. He keeps coming back because no attention is worse than this type of attention. If he wants to belong, he has to take it. Á skólalóðinni líkt og í Stanford fangelsistilrauninni leika þolendur ofbeldisins sín hlutverk mjög vel. Þeir gera í flestum tilvikum það sem hópurinn ætlast til af þeim. Á myndböndum mátti líka sjá að í nánast öllum tilfellum voru áhorfendur að eineltinu, ýmist börn eða fullorðnir. Svo velti fólk líka sér oft fyrir sér á hvernig er einelti mögulegt í aðstæðan þar sem með fullt af fólki eða fullt af öðrum krökkum. Af hverju koma þeir ekki að hjálpa og koma í veg fyrir einelti. Í fyrsta lagi hafa menn bent á að oft vita börn bara ekkert hvað þau eiga að gera. Það er eitt. Þau eru ekkert vön svona aðstæðum, þau vita ekki hverja lausnirnar eru. Svo er annað hugtak sem við köllum sinnuleysi sjónarvotta. Það gerist stundum út á götu þegar fólk lendir í vandræðum út á götu, þá er eins og fólk vilji ekki eða gera ekkert í málinu. Ég meina það sem er í gangi hérna er að fólk treysti svolítið á að aðri leysi vandann. Það getur líka í sumum tilfellum eins og á skólalóðinu verið hættulegt að gera eitthvað í málinu. Og það sem gerist er að ábyrgðin dreifist svolítið mikið. Það tekur engin ábyrgð á því sem er í gangi af því að það eru aðrir viðstaddir. Það er líka þannig að börn eru bara ekkert vön við að vera í því hlutverki að bera ábyrgð á svona hlutum.
Við setjum börn ekki í það hlutverk að bera ábyrgð á því ef einhver annar verður fyrir aðkast. Það skiptir svo miklu máli í hvaða hlutverki við erum, hvaða ábyrgð er sett á okkur, hverjar eru væntingarnir sem eru gerðar til okkar. Og ef við gerum ekki þær væntingar til barna, þau gera eitthvað í málinu og bjargi fórnarlambi eineltis, þá er alltaf líkur að þau gera ekkert í málinu. Það sem er kannski kaldhæðnislegt við þetta er að oft þarf sjónavotta til þess að einelti eigi sér stað, af því að gerandinn er að sækja sér virðingu annarra. Gerandinn er að fá status og hann er að fá vald og hann er að finna til sín og oft þarf sjónavotta til þess að hann fá eitthvað út úr eineltinu. Flestum rannsóknum á einelti ber saman það að áhorfendur eru nauðsynlegir til að einelti geti átt sér stað. Eineltið er því eins konar leiksýning eða sýning á valdi þar sem einstaklingur er niðurlægður. Það má í raun segja að án áhorfenda sé engin sýning. Án áhorfenda er ekkert einelti. Ef þú ert til dæmis áhorfandi að einelti, ef þú segir ekkert við því eða jafnvel hlærð með, þá ert þú að taka þátt í eineltinu líka. Það er stundum jafnvel verið að framkvæma eineltið fyrir þig, áhorfandann. Þetta er stundum performance. Ábyrgðarhlutinn þinn sem áhorfanda felst í því, þú getur sett mörk, þú getur stoppað. Þú getur sagt við gerandann, heyrðu, ég vil ekki taka þátt í þessu. Ég hlæ ekki. Þetta er ekki fyndið. Fyrir utan það þessi manneskja hefur bara ýmislegt brunns að bera. Stóri punkturinn með öllum þessum félagssálfræðilegu tilraunum á hlýðinni, á því við hvaða aðstæður fólk gerir eitthvað í málinu, en það sýna bara almennt fram að það að flestir gera ekkert í málinu. Flestir bara einhvern veginn hlýða því félagslega normi sem þeir halda sér til staðar þá stundina. Í rauninni krakkar sem taka ekki þátt í þessu með þeim, þau eru hrædd við þá. Vegna þess að þau vilja ekki fá yfir sig það sem að þau horfa á þennan ákveðna einstakling gera öðrum. Og til þess að losna við það, þá þykjast þau ekki sjá eða heyra. Og þau skipta sér ekki af því sem er að gerast. Til þess, þannig að þau lendi ekki í þessu sama. Einelti getur líka verið mjög falið, jafnvel þótt það gerist fyrir framan nefið á kennurum. Í kanadísku rannsókninni kom í ljós að fullorðnir skárust í leikinn í aðeins 15% tilfella úti á skólalóð og aðeins 18% tilfella inni í kennslustofum. Ástæður þess að ekki var oftar skorist í leikinn voru taldar þær að fullorðnir vita oft ekki annað en að leik sé að ræða. Á myndböndunum mátti einnig sjá að börnin voru mjög einbeitt í því að fela ofbeldið fyrir hinum fullorðnu. Ástæðan fyrir því að fullorðna fólki grípur ekki inn í eða lokar augunum fyrir einelti getur verið að það sé skortur á þekkingu á einelti og birtingarmyndum og óöryggi því hvernig á að bregðast við og óöryggi með að greina einelti frá stríðinum, frá deilum og öðru. Það er ýmislegt sem hjálpar okkur í Ölfusaráætluninni, til dæmis að greina svipbrigði, fólk lærir að greina á milli hvenær er bara æslafullu leikur og hvenær er eitthvað á ferðinni sem að veldur öðrum sársauka. Við getum samt aldrei fullkomlega treyst í því að sérstaklega á unglingsárum þá reynir fólk ofta að bera sig vel, jafnvel þó það sé niðurlægt eða sært. Jafnvel vinir þolandans þora ekki að standa gegn hópnum og oft koma gerendur með beinum hætti í veg fyrir að þolandinn eignist vini. Já, ég hef búin að hitta bekkjarfélagann sem var í rauninni sá fyrsti sem að Lárus tengist í bekknum. Að hann hvarf og ástæðan fyrir því var einfaldlega að hann þurfti að velja. Ætlar að vera með honum eða ætlar að vera með okkur. Ef þú verður með honum, að þá færð þú bara það sama yfir þig eins og hann. Þessi múshefjun sem fylgir eineltinu kallar óhjákvæmilega á réttlætingar. Hópurinn er í raun búinn að sannfæra sjálfan sig að þetta sé eðlileg þróun eða að þolandinn kalli yfir sig ofbeldið með einhverjum hætti. Ein leið til að lifa í hóp þar sem að svona eineltismenning ríkir, það fyrir krakkana sem eru í hópnum, það er að fara í afneitun og segja að þetta er allt honum að kenna eða henni. Stór hluti af einelti á sér stað út af hópþrýstingi. Það er alltaf eða mjög oft ákveðin klíka sem að hópa sig saman og reyna að ganga svona í augun á hvort öðru með því að þykjast vera eitthvað meiri menn heldur en þeir eru. Eineltishringurinn
er myndræn lýsing sem Álfusarverkefnið notar til að skýra þessa hópamyndun. Eineltisringurinn gengur út á það að fá krakkana til þess að taka afstöðu gegn einelti og að þau geti tekið þannig afstöðu að það kannski fjari undan þeim sem er gerandi og til að skýra krökkunum hvernig getur svona hlutir gerst að ef við tökum þessa rauðakallinu sem við köllum sem er aðal gerandin í þessu dæmi, hvað gerir það að gerandi kemst upp með það að vera gerandi? Jú, það af því að bekkurinn tekur ekki afstöðu gegn gerandanum, það að segja að bekkurinn safnist hingað lengst frá gerandina sem þýðir að við erum ekki aðal gerandi, við erum ekki stuðningsaðili, við erum ekki minni stuðningsaðili, við erum ekki þannig að við erum jafnvel að flýja í skjól hjá þeim sem er aðal gerandinn. Krakkarnir vilja vera í liðinu með þeim sterka og þora ekki að fara undan þessu. Við erum ekki hlutlaus og við erum ekki farin hálfa leið að taka afstöðum. Við förum alla leið og segjum gerandi á ekki að níðast á öðrum og það á enginn að vera þolandi í þessu dæmi. Þetta kort er mjög stórt á að vera upp í öllum kennslustofum í Álfusarskólanum og það er líka, krakkarnir eru miklu hreinskilnari heldur en kannski við heldum að þeir eru svo tilbúin að segja í hvað hlutverki þeir eru og þá er hægt að vinna betur með þeim. Oft er það einhver einn aðili sem stjórnar atburðarásinni. En hann gerir það aðeins í skjóli þess að hinir hjálpi til eða standi hjá. Í einelti gildir sú regla að þögn er sama og samþykki. Já, ég upplifði það þannig að það væri eiginlega svona einn höfuðpaur, svo svona hafði hann ákveðna hirð í kringum sig, myndi segja 4-5 strákar sem eltu hann svolítið og það var svolítið einkennilegt að þegar að ég var kannski einsamall með einum af þeim að þá gátu þeir verið ágætir og þeir komu stundum bara vel fram við mig þegar höfuðpaurinn var ekki nálægur. Það breytir merkingu aðstæðnanna eftir hverjir eru viðstættir og ef þeir eru bara 2 þá kannski hefur ekkert upp úr því að beita hann ofbeldi og það er bara merking aðstæðan og allt öðruvísi. Þeir eru bara vinir núna, sko. Það eru svona yfirleitt einn svona í hverjum bekk, stundum eru þeir fleiri. Þessi hefur einhverja vini sína með sér eða grúpjur. Þeir eru það hræddir við hann, þeir sem eru undir honum, að þeir þora ekki annað en gera það sem hann býður eða þeir sem er að upphefja sjálfan sig á kostnað annara til þess að gangi augunum á þeim sem er yfir öllu. Mér fannst ég fá viðurkenningu frá þeim sem ég leit upp til. Svo náttúrulega bara vildi ég frekar að fólk óttaðist mig en ég óttaðist það, sko. Tökum þetta allt saman. Gerendur beita ofbeldi því það er þeirra hlutverk innan hópsins. Þeir eru efstir í goggunarröðinni og þurfa að viðhalda sinni stöðu. Undirmenn beita ofbeldi til að gangi augun á höfuðpaurnum eða hinum gerendunum. Áhorfendur gera ekkert og halda þannig í sína stöðu innan hópsins. Þolandi tekur við ofbeldinu af því hann er hræddur við að lenda verr í því ef hann streitast á móti. Sko ég man ekki eftir því að ég hafi verið tekinn eitthvað virkilega á tal eða félagsráðgjafi. Sko ef fullorðna fólki eða kennararnir hefði vitað allt þá hefði ég löngu átt að vera búinn að fara til félagsráðgjafa, sálfræðingi eða geðlækni, sko. En það var ekkert þannig og það var eins og þau vissu ekki eða neituðu að vita, sko. Og margir af þolendum, þeim sem ég lagði einelti, þorði ekkert að segja, sko. Og ef einhver sagði stundum eitthvað, sko, þá var hann bara tekinn meiri gegn, sko. Rannsóknir sýna það að besta hjálpin fyrir þá sem verða fyrir einelti, það er að fá aðstoð frá félaga eða skólafélaga. Og þess vegna eru barnaheilla í Danmörku, eins og þeir vinna þar og sem við erum að skoða hvernig við getum komið að þessu, að það er að virkja samnemendur og fá þá til að taka þátt í og stoppa þetta. Og eitt til dæmis sem við erum að vinna með, það er til dæmis viðhorf hjá börnum að það eigi ekki að kjafta frá. Og ef að það er útskýrt fyrir börnunum að þú ert ekki að kjafta frá, þetta snýst það að þú segir frá af því að þú ert að hjálpa félagaðinu sem hefur orðið fyrir óréttlæti. Og jáfnvel þá barn veit ekki nákvæmlega hvað það er að gera ef það sér að einhver 1 eða 2 eða 3 er að neyða einhvern annan og það stendur kannski þarna og veit ekki á ég að vera með, er það gott fyrir mig að vera með af því að þá er ég líka inn í þessum hópi eða á ég að fara að hjálpa þeim sem að þessir er að meiða, nei þá getur við líka farið að meiða mig. Sko það er mjög eðlilegt að barn veit ekki nákvæmlega hvernig það á að bregðast við og það er allt í lagi en
það getur alltaf farið og sagt frá hvað það sá. Við fáum líka tilkynningar frá slysadeild. Þar sem börn hafa komið bókstaflega með áverka sem hafa þurft meðhöndlun læknis í alvarlegum eineltismálum. Og þá sér starfsfólk slysadeildar ástæðu til að tilkynna þau mál til okkar og við lítum þau mál mjög alvarlegum augum. Og það sem að fólk boðað hér til okkar í viðtal og reynt að meta í hverju máli fyrir sig stöðuna og reyna að kalla alla aðila að borðinu sem að þekkja til málsins. Stundum næst ekki neins sátt í svona mál eins og við svo sem þekkjum og fólk velur að flytja úr hverfinu, jafnvel úr bæjarfélaginu með barnið sitt sem mjög slæmt. Sumir skólar eru með bæði eineltisáætlun og síðan viðbragðsáætlun þegar ofbeldi kemur upp. Við höfum heyrt sögur af því að stundum eru skólastjórnendur tregir til að kalla á lögreglu, jafnvel þótt mjög alvarleg atvik sé að ræða. Þá virðist vera rík tilhneiging til að halda málunum innan skólans. Þegar við erum komin út fyrir skólan, þá erum við ekkert í vafa hvenær átök eru orðin eitthvað sem að til dæmis þarf að blanda sér inn í og kannski lögregla kallar til. Og við getum haft svolítið sömu þumalfingursreglu í skóla. Ekki endilega að það þurfi alltaf að kalla lögreglu til þegar vera slagsmál. Heldur að við greinum hvenær alvarleiki á ferðinni og bregðumst við samkvæmt því. Í þessum örfáu málum þar sem maður getur sagt að hafa orðið alvarlegra ofbeldi þar sem að greinlegt að annar árásaraðili og hinn eins og ofbeldist þolandi eða verður fyrir ofbeldinu, að þá svo mikilvægt líka að leysa úr því þannig að sá sem varð fyrir ofbeldinu þurfi ekki að mæta daginn eftir sínum árásarmanni eins og ekkert hafi í skorist og ekkert búið að gera í málunum. Margir kennarar fá enga þjálfun í að takast á við einelti og það lítil kennsla í viðbrögðum við einelti í kennaranámi. Ég heiti Sjöfn Kristjánsdóttir og er uppeldis- og menntunarfræðingur. Já, ég gerði ritgerð, þetta var svona einhverja rannsókn, tók viðtal við 12 kennara og var að spyrja þá í rauninu út í hversu vel þeir væru undirbúnir til að takast á við einelti. Það voru svona cirka 75% af þeim sem að tóku þátt sem að töldu sig ekki vera vel undirbúna. Að þeirra mati skortur á fræðslu og þjálfun í einelti. En þetta var yfirleitt bara einn tími sem fór í að ræða einelti. Og svo voru margir sem að myndi ekki svona eftir því að hafa lært einelti. Þessir nýútskrifuðu kennarar eru mjög illa undir það búnir að tala við foreldra og foreldrasamskipti eru einn af stærstu þáttum umsjónarkennara. Í fyrsta lagi alltaf foreldrafundir tvisvar á skólaári. Það þurfa allir kennarar að takast á við það. Og í mjög mörgum tilfellum, ef ekki öllum, þá koma upp eineltismál þar sem að þarf að tala við foreldra. Eineltisáætlanir eru í mörgum skólum landsins, en sveitarfélög setja sér sjálfreglur hvort eineltisáætlun sé framfylgt í skólum eða ekki. Eineltisáætlunum ætlað að vera fyrirbyggjandi, en einnig eru þær til þess að þjálfa starfsfólki að takast á við einelti þegar grunur vaknar. 60 skólar á Íslandi eru virkir þátttakendur í Ölfusaráætluninni. Ef að skóli ætlar að fylgja eineltisáætlun og vera kallaður þá Ölfusaskóli, þá þarf hann í rauninni að uppfylla ákveðnar reglur. Í fyrsta lagi þá viðurkennir skólinn og segi ég er í Ölfusaráætluninni. Það er að segja, áætlunin er sýnileg. Hún er sýnileg bæði innan hús og utan. Hún er sýnileg líka í verkum. Það er sýnileg í framkomu skólastjóra og skólastjórnenda. Að könnunin er lögð fyrir á hverju ári að umræðufundir eru virkir, þar að segja að það eru haldnir umræðufundir minnst kosti 5 sinnum á ári, þar sem að umræðufundir sem eru til þess að halda þekkingunni við og færninni meðal starfsfólks, að það séu bekkjarfundir til staðar, að könnunin sé lögð fyrir og að það sé unnið úr henni, að hún sé birt foreldrunum og það sé unnið úr henni meðal annars með því að endurskoða eineltis eftirlitskerfið í skólanum, inn í bekk og út á lóð og alls þar sem gæsla er. Það þarf líka að vera til staðar verkefnisstjóri áfram í skólanum sem er þá faglegu leiðbeinandi. Hann geti líka sýnt fram á hvernig unnið er í verkefninu. Það sé sýnileg aðgerðaráætlun eins og hún heitir. Ef eineltismál eða grunur einelti kemur upp, þá sé bara sýnilegt hvernig það er unnið og það sé hluti af þess að vera sýnilegur út á heimasíðun eða hvernig er
foreldrarnir sé kunnugt um þetta, það sé náin samvinna við milli skóla og heimilis og foreldrar séu í þessari áætluninni dregin að málunum þegar þau koma upp en þess ekki vera að fela málin eða reyna að ná árangur. Það sumar áætlanir sem eru þannig. Í Hagaskóla fer fram sérstakt forvarnarstarf gegn einelti. Þar eru leiklist og hlutverkaleikir notaðir til að kenna börnunum að setja sig í spor þess sem verður fyrir einelti. Við fengum leyfi hjá börnunum til að fylgjast með kennslunni. 1, 2 og maður sjá allir tilfinningunni. Já, og gera henni ennþá stærri. 1, 2 og gera henni stærri. Flott, glæsilegt, þetta rosa flott hjá okkur. Haldið inn í smástund. Eitthvað sem að veit hvað tilfinningur Spennt. Hvað segir þið? Spenna, frábært. Hvað okkur sæti? Hérna erum við með eina myndi viðbót og hvað getur þessi mynd heitið? Ofbeldi, líkamlegt ofbeldi. Er líkamlegt ofbeldi eitthvað sem þið kannist við úr skólaumhverfinu? Nei. Hafið aldrei séð neitt svona ofbeldi? Ekki nema að vera mann. Ég bara að djóki sem allra að hlæja. Ok. Ekkert mál. Ef að þið sæju það, þeir sem er að segja svona jú, kannski og svona, ef þið sæju það, hvar væri það þá helst? Inni, frímínútunum, ganginum? Já, ég heiti Sigríður Birna Valsdóttir og ég kenni í Hagaskóla, kennari og líka leiklistameðferðarfræðingur og fjölskyldumeðferðarfræðingur. Það sem ég að gera í þessum tíma að ég að nota aðferðir úr leiklistameðferðinni til þess að vinna gegn vanlíðan og einelti. Og það sem virkar svo vel að þú ert að varpa öllum tilfinningunum yfir á einhverja aðra. Þú ert ekki að leika þig sjálfan eða það ekki hvernig líður þér eða hvernig eða hefur þú lent í einelti og við erum ekki að tala þeirra einelti, heldur erum við að tala og vinna með eitthvað sem fjarri þig. Og þannig að þeir sem hafa lent í einelti, að þeir eru auðvitað með að samsama sig því sem að gerast og þess vegna kemur oft þegar þau fara að tala og fara að setja sig í spor bæði gerenda og þolenda að þá kemur oft nákvæmlega sem þau eru að hugsa líka. En þau fatta það kannski ekki, þau gera það ómeðvitað. Þannig að ég að nota leikrænar aðferðir til þess að vinna gegn þessu einelti. Og bara líka gera það meðvituð og hjálpa þeim að setja sig í spor annarra. Og setja sig í spor þolendans og að hjálpa þeim að finna til í rauninni með þolendanum. Af því við erum að tala einelti, þá þetta eitthvað sem hefur ekki gerist í fyrsta skipti, heldur eitthvað sem gerist aftur og aftur og aftur og aftur. Eitthvað sem langvarandi. Þannig að við erum að tala það að Sigga búin að upplifa það að þessi krakkar að tala hana, þeir eru búin að upplifa það mjög lengi, þeir eru búin að upplifa það í langan tíma. Og hún veit alveg, þau segja kannski ekki beint við hana, en hún veit svona nokkurn veginn hvað þau eru að segja. Og nú ætla ég að biðja ykkur öll að ímynda ykkur að þið séu þessi krakkar hér og þó þið myndu aldrei segja svona hluti og þó þið myndu aldrei gera svona hluti, þá ætla ég að biðja ykkur núna að leika þessa krakka hérna. Og ímynda ykkur hvað þau hefðu getað verið að segja eða hugsa Siggu. Af hverju hann alltaf að láta eins og hann sé ekki að hann vil stelpa svona fullorðin? Svo astnalega og með öðruvísi. Hún ógeðslega leiðileg. Hvað er hann svo ljót? Líkt Lína. Keyptu við föt? Myrkri. Hún ótrúlega skrítin. Ógeðslega föt. Þú veit hún kjörstu? Hún útlensk. Og núna þá að ég segi ykkur að Sigga búin að heyra þetta út undan sér í mjög langa tíma. Hvaða tilfinningar getur verið að fara í gegnum hugann hennar? Reið. Allar þessar tilfinningar finnur hún fyrir okkur einasta degi. Þetta bara eins og þau getur ímyndað ykkur að versti dagurinn sem þau hefðu upplifað og hann væri bara hverjum degi. Bara alla daga þá liði ykkur svona. Og henni líður svona á hverjum einasta degi. Og þá ætla ég að biðja ykkur að nota ímyndunaraflið ykkar ennþá lengra. Og ég ætla að biðja ykkur að ímynda ykkur það að ef Sigga sæti á gólfinu og ef Sigga sæti á gólfinu bara á ganginum frammi og þeir myndu labba fram hjá henni að þá getum við heyrt hana hugsa. Hvað getum við heyrt? Eitthvað sem að byrja? Af hverju erum við svona leiðilega? Hvað ég gert þeim? Af hverju ég? Hvernig get ég lagað það? Af hverju allir á móti mig? Af hverju líkar einhver við mig? Hvernig veit það betra á morgun? Það eru krakkar í Hagaskóla og hafa alltaf verið og í öllum skólum sem líður eins og Siggu. Ég alveg með það á hreinu að það enginn hérna inni sem myndi vilja taka þátt í því að einhverjum líður svona illa. Er það ekki rétt mér? Já.
En stundum að þá gerum við það ómeðvitað. Stundum tökum við þátt í því að einhverjum gæti liðið svona illa án þess að hafa hugmynd það, án þess að hafa neina vitneskju það og án þess að ætla. Við getum útilokað einhvern sem að bara, án þess að gera okkur grein fyrir því, bara við þekkjum hann ekki neitt, við vitum ekkert hann er bara í skólanum, við höfum aldrei kynnst honum, við vitum ekkert hann og allir skólinn kannski veit ekkert hann. Allir skólinn kannski þekkir ekki neitt þessa mannesku og veit ekki neitt hann. Og við bara löpum fram hjá henni líka. Og við horfum aldrei á hana, við brosum aldrei til hennar, við sýnum henni aldrei neina. Og það örugglega krakkar í Hagaskóla sem eru svona. Og ég veit að það eru krakkar í Hagaskóla sem eru svona. Sem bara næstu enginn tekur eftir og vildu bara vera ósýnileg og eru eiginlega bara ósýnileg. Og líður rosalega illa. Þannig að eftir þessa tíma þá gerist það mjög ofta að nemendur leita til einhverja. Og sérstaklega yngri nemendur. Það gerist alveg mjög oft. Og ef við komum ekki til mín þá fara til umsjónarkennara eða hjúkrunarfræðings eða einhvers. En þetta virkar og ég fæ alltaf alveg rosalega góða þátttöku hjá krökkunum. Það taka alltaf allir þátt. Það mjög auðvelt að fá þess að taka þátt í þessu verkefni. Í mínum barnaskóla það var ekkert svona. Það var engin í rauninni félagsleg kennsla eða svona, það var ekkert spáð í félagslegu tæknina. Það var ekkert fylgst með því hvernig þessi krakkar léku sér. Það var bara annað vistkerfi. Þú veist, leið og frímínúturnar byrjuðu, þá byrjaði bara Lord of the Flies. Morgnarnir, áður ég vaknaði í skólann, ég fór að hugsa oft það, þú veist, þetta gæti verið búið núna, nú ætla ég að vera svona í dag, sko. Ég ætla að reyna að standa upp fyrir sjálfum mér í dag. Þetta reyndi ég í nokkuð tíma. En þegar búið að brjóta mig niður og þegar einelti búið að vera í nokkur ár, þá gat ég ekkert sagt við mig þetta verður ekkert svona, þú veist, þetta var bara dagleg brauð fyrir mig. Ég þekkti ekki neitt annað. Ég þekkti ekki neitt annað en að vera lamin og barinn á hverjum degi. Þú veist, ýmislega atvik, vera hrækt upp í mig og sett eitthvað á hausinn á mig, egg og hveiti, ég veit ekki hvað girt niður um mig. Það var bara öll flóran, sko, sem var gerð. Og ég gat alveg búist upp bara öllu, einhvern veginn. En einhvern veginn, ég fór að óskaðist bara akkur drepaði mig ekki. Þá þetta bara búið. Stundum gerist það að skólar gera allt sem í þeirra valdi stendur, en þá strandar málið á því að foreldrar gerandans neita allri sök hjá sínu barni. Oft stendur maður frammi fyrir því að þetta eru alveg tvær sögur og kannski forhertustu gerendur viðurkenna ekkert og foreldrarnir sjá ekki sök síns barns og neita því að þarna sé verið að leggja einelti. Og meðan að málið strandar þar, af því að þeir axla ekki sína ábyrgð, barnið þeirra tekur ekki þátt í einelti, barnið þeirra ekki að beita önnur börn ofbeldi, að þá komast þeir upp með það. Það ekki hægt að hrófla við þeim. Ég get alveg viðurkennt það að í sumum tilfellum kannski geta foreldrar þessa meinta geranda neitað og komist upp með það í ákveðin tíma, náttúrulega á einhverjum tímapunkti. Tekið fram fyrir hendur á fólki en þá kannski búið að valda ansi miklum skaða. Það vill enginn gangast við því að barnið manns sé hrekkjusvín. Það er erfitt að feysa það. Hvað með ábyrgð foreldra gagnvart börnum sem beita ofbeldi? Ekki líklegt að þessi hegðun komi þeim í vandræði síðar meir í lífinu? Það hafa náttúrulega komið niðurstöður úr könnunum sem hafa verið gerðar á gerendum og yfir 40% þeirra leiðast út skulum segja af beinubrautinni og brjóta af sér á lífsleiðinni. Sko það töluvert rannsóknir sem sýna það að krakkar sem eru aggressífir í æsku, að þeir halda áfram að vera aggressífir og það sem gerist að þeir rekast utan í veggi alls staðar á leiðinni. Menn kalla þetta í fræðunum cumulative disadvantage eða uppsöfnuð vandamál. Þú safnar upp vandamálum yfir tíma og alltaf ferðu lengur og lengur út á jaðarina því að fólk hafnar þér á einhverjum ákveðnum stigi og höfnun annar hún veldur því að þú ferð ennþá lengur út á jaðarinn og vandamálin hlað upp á sig. Þannig að menn eru ofta að sjá aggressíva krakka að það eykur líkur á að þeir verði illa staddir á fullorðinsárum, bæði hvað varðar menntun, atvinnu og félagsleg tengsl. Gerendur eineltis fremja oft verknaði sem teldust til alvarlegra glæpa ef fullorðna væri að ræða. Réttlæti fyrir þolanda ofbeldis ekki það sama eftir því hvort sá brotlegi lögráða eða ekki. Ef það engin lögbundin refsing, þá einhvern veginn verið að segja að þetta sé allt í lagi. Það mjög skrítið að hugsa til þess að hrottaleg líkamsárás skuli ekki vera talin alvarlegt
mál þegar börn eiga hlut? Jú, mér finnst það bara eðlilegt að þessi mál, þó að þarna séu ósakhæfa aðila að ræða, að þau séu leitt til lykta og rannsökuð af lögreglu eins og sakamál væri að ræða bara til þess kannski að koma af stað einhverju niðurstöðu það hvað var það sem gerðist. En kæmi þá refsing til greina? Refsing hefur nú sýnt sig það væri þá einhvers konar uppbyggileg meðferðarúrræði fyrst og fremst sem að maður væri að horfa á. Ég get alveg séð fyrir mér, nú erum við með til dæmis í gegnum Barnaverndarstofu, þá erum við með aðgang að sérfræðilegri vinnu fyrir unga gerendur í kynferðisofbeldis. Maður sæi náttúrulega fyrir sér að það væri kannski til kerfi, það væri til meðferðarúrræði sem væri sér sniðið til þess að vinna með gerendur í eineltismálum og það væri eitthvað sem við getum vísað þessum börnum í. Á vefsíðunni einelti.com má kynna sér tillögur að úrbótum á því hvernig tekið á eineltismálum. Það er ljóst að bæði leikmenn og sérfræðingar eru sammála að breytinga þörf. Þó að okkur takist ef til vill aldrei að útrýma einelti, þá getum við vel lært að taka þannig á málum að aldrei aftur þurfi barn að sæta daglegum árásum og niðurlægingum alla sína skólagöngu. Einelti fylgir okkar hegðun í þessu lífi og mun sennilega alltaf hafa gert það og mun alltaf gera það. Hvernig getum við komið í veg fyrir það að einstaklingar, ólögráða einstaklingar, meiði og skaði hvert annað? Því miður það oft þannig að fullorðnu einstaklingarnir, þeir koma inn í mál nemenda eða barna sinna á þann hátt að til verður erfiðara mál en ella. Manni finnst einhvern veginn að lausnin ætti að liggja hjá okkur fullorðna fólkinu. Það skiptir öllu máli hvert viðhorf okkar fullorðna ef okkur finnst að þetta sé ekki svona mikið mál, það sé öllum strítt og öllum hafi verið strítt og jafnvel fullorðnir tilbúin að segja ég veit ekki betur að ég þekki þessi mál sem ég þekki að það hafa menn bara haft gott af þessu. Ég held að ef menn vilja í alvörunni berjast gegn einelti og ofbeldi í skólum þá verður menn að endurskoða skólakerfið. Ekki bara með átökum, heldur með því að breyta hvernig við byggjum upp skólan, hvernig við byggjum upp námsgreinarnar, hvernig við kennum, hvernig við sjálf sem kennarar og foreldrar komum fram við börnin okkar. Það þýðir ekkert að vera bara með einhver plaggut þar sem að vera að sýna fram okkur einelti sé slæmt. Það er ekki nóg. Þetta búið að vera í umræðunni dálítið lengi og það hafa verið stofnuð ný fjöldasamtök sem heita Liðsmenn Jerikó sem hún Ingibjörg Baldursdóttir stofnaði og hún hóf svona umræðuna upp aftur og nú eru stjórnmálamenn farin að leggja við eyrun og farin að sjá alvöru málsins og ég held á næstu árum að þá muni þetta breytast. Þetta held ég að muni breytast. Ég vona bara að þolendur eineltis og ofbeldis fái uppreisn æru. Ég vil að þeir fái alla þá hjálp sem að þeir eigi rétt á og að gerendurnir verði látnir sæta ábyrgð á því sem þeir eru að gera. Hvað varðar Gunnar Diego? Þá höfðu bekkjarsystkini hans samband við hann eftir að hann sást í blöðunum og vildu biðja hann afsökunar. Gunni liggur hérna. Eins og í gamla daga. Í yfirlýsingu frá þeim kom fram að þau furða sig á því að stjórnendur skólans segjast ekki hafa vitað af eineltinu. Já, hún sendi bara á Facebookin. Ég sendi svo mörgum á Facebookin og það hún sendi mér Gaman sætt, takk fyrir það. Gaman sætt. Það er vel með þig. Gaman sætt. Það er vel. Hvernig gekk þetta? Þetta hefnaðist mjög vel. Skemmtilegt. Skemmtileg upplifun. Það sem kom í ljós að það sem skólastjórinn sagði var bara tómt þvæla og vitleysa. Hún vissi ekki að þessu, það er bara... Þau voru að setja kommenta þess að... Já, voru kommenta á Valgerði Selmu það sem sendi í blaðið. Eins og hún sagði í viðtali hérna að hún vissi ekki að þessu. Kennari verið rekinn úr starfi út af fingurbróti út af mér. Það hlýtur að vera eitthvað sem á að klingja viðvörunarbjöllum. Þannig að þetta verður svona vegna að fólk kannski standi með mann. Það er ekki allir á mótum mann í dag og þau kannski sjá að sér. Og já,
Sjá þess að verðan í réttu ljósi og búin að þroskast upp úr þessu. Það er það besta, held ég. Besta fyrir þau líka. Hugsaði líka sigurinn fyrir þau að koma hingað og taka í höndina á mér. Það er mjög mikill sigur fyrir þau og mig. Við erum bæði að græða á þessu. Var þetta einhverju af þessu krakkar sem voru að leggja þig einelti? Já, já. Líka? Já, bæði sem voru að leggja mig einelti og þeir sem stóðu hjá. Þetta er svona tímapunktur sem ég man alltaf eftir. Mjög gaman.